Sæl og blessu og verið velkomin. Ég heiti Kristján og ég verð áfram kynnir ykkar. Mér langar bara stuttlega til að nefna að ykkur skildi vera að koma hér í fyrsta skiptið. Þá voru salurinn hérna inn á gangi til vinstri og barnageslan hún hérna inn á gangi til hægri innsta herbergið. Kannski er það sniðugt. Vigdís, ég er með hann. Þannig ég skal bara vera hér. Vigdís ætlar að þýða fyrir mig yfir á ensku. Takk þú það. Þér líka. Já, á hverju kvöldi þá munum við draga vinningshafa úr könnuninni sem við gerum á eftir. Each night we are going to have a winner that we were going to pick out of the envelopes. Og bækurnar sem eru gefnar þær eru ætlaðar til þess að hvetja sérstaklega til frekari lesturs á Biblíunni. And the books that are given are to encourage you to read more the Bible. Bókinni sem bók allra bóka. Which is the book of books. Og ef ykkur vantar Biblíu, þá eru Biblíur bæði á íslensku og ensku og jafnvel spænsku líka hérna aftast. If you need some Bibles, they are here to your right by the door in English. Og munum bara setja þær aftur þar í lok kvöldsins. Just remember to put them in their place after this meeting. Eins og ég nefndi þá fáið þið svona umslag á hverju kvöldi. As I mentioned, you will have an envelope given to you each night. Og ekki allir með slíkt umslag? Let's see, everybody has an envelope? Já, ef þið réttu upp hönd þá fáið slíkt. Og á umslaginu þá getið þið skrifa spurningar, ef þið hafa einhverjar spurningar. You can write some questions in this envelope, on this envelope. Þá getið þið skrifað á umslagið eða sett blað inn í umslagið. Or you can put the paper inside the envelope. Og ef við erum með bænaóskir, þá getið, bænarefni, þá getið þið skrifa þau á blaðið og við munum leggja það fyrir drottin í bæn. You can also put in the envelope a prayer request. Við notum þetta til þess að fara í gegnum þessar spurningar eins og ég nefndi áðan. We use this to go through the questions. Að lokum hafi einhver áhuga á því, þá hægt að setja gjafir eða frjáls framlög. Also, if you want to donate, you can also put that in the envelope. Og þegar við erum yfirlega spurð hvernig hægt að aðstoða og þess vegna bjóðu upp á það tækifæri. And we're always ready to help out. En við skulum fara í upprifjunar spurningunar okkar. Let's go to our questions. Þetta eru 5 staðhæfingar og þið segið merkið S eða O. There are 5 statements and you just put true or false. Og mikilvægt að merkja neðst svo að við þekkjum hver hvað. And remember to put your name on the envelope so we know who's who. Og þetta eru spurningar frá það sem við fjöllum í gær, kvöldi. These are questions that we talked about yesterday. Og fyrsta staðhæfingin spádómar voru gefnir til þess að þú trúir. Prophecies are given so that you believe. Spádómar voru gefnir til þess að þú trúir. Prophecies are given so that you will believe. True or false? Satt eða ósatt. Og númer 2. Biblían full af spádómum, satt eða ósatt. And number 2, the Bible is filled with prophecies, true or false? Biblían full af spádómum, satt eða ósatt. The Bible is filled with prophecies, true or false? Númer 3. Biblían var skrifuð á undan öllum öðrum helgiritum, satt eða ósatt. Number 3, the Bible was written before all the other sacred writings, true or false? Númer 3. Biblían var skrifuð á undan öllum öðrum helgiritum, satt eða ósatt. Number 3, the Bible was written before all other sacred writings, true or false? Númer 4. Kristur þungamiðja Biblíunar. And number 4, Christ is the center of the Bible.
Kristur þungamiðja Biblíunnar, satt eða ósatt. Christ is the center of the Bible, true or false. Og að lokum númer 5. And then number 5, Spádómar hafa enga þýðingu í dag, satt eða ósatt. prophecy has no meaning for us today, true or false. Spádómar hafa enga þýðingu í dag, satt eða ósatt. Number 5, prophecy has no meaning for us today, true or false. Vill einhver að þessi endurtekin, einhver spurning? Do you need any question to be repeated? Það í fyrsta skipti sem að ég hafa ekki óskað eftir endurtekningu. This is the first time that nobody has asked for a repetition. Þið hlusta mjög vel, eða við höfum verið mjög skýr, annarkost. You have listened very carefully yesterday, or we were very clear. En þið öll búin að skrifa svörin ykkar á blaðið og merkja blaðið? Have you all written down your answers and your name on the envelope? Og þá förum við saman í gegnum svörin. So let's see the answers now. Spádómar voru gefnir til þess að þú trúir, satt eða ósatt. Hvað segir þið? Prophecy is given so you can believe. True or false? What do you say? Satt. It's true. Kristur segir, ég segi ykkur það á undan til þess að þið trúið þegar það gerist. Christ says that I tell you beforehand so that you will believe. Og númer 2, Biblían full af spádómum. The Bible is filled with prophecies. Number 2, is it true or false? Það satt, hún full af spádómum. True, it's filled with prophecies. Biblían var skrifuð á undan öllum öðrum helgiritum, númer 3. Number 3, the Bible was written before all the other sacred writings. True or false? Það satt líka. Yes, it's true. Kristur, númer 4, Kristur þungamiðja Biblíunnar. Christ is the center of the Bible. Það satt. Hann svo sannarlega þungamiðja Biblíunnar. True. Og númer 5, spádómar hafa enga þýðingu í dag. Number 5, prophecy has no meaning for today. True or false? Það ósatt. That's false. Þetta hafa svo sannarlega merkingu fyrir okkur. They really do have a meaning for us today. En þá skulum við draga saman, þá skulum við sækja hérna könnunar. So let's bring in the envelopes, please. Aftur glemti ég könnun. Þú var eitthvað sjálfböðlega þetta. Já. Adriana, vilt þú koma að hjálpa okkur að draga? Nei. Já, ég skilji. Það. Adriana, can you help me draw? Ég ætla að fara hérna með bara. Takk. Við reynum að fá sjálfboðaliða til að hjálpa okkur að draga. Það ekki eftir að taka þarna aftast. Einhverjir sem eiga eftir að skila? Matthews, I think there's one there in the back. Adriana, komdu upp. Kom þú. Draga 2. Jósef.
Joseph. Gjörðu svo vel, Joseph, til hamingju. Og Samuel. Samuel. Já. Svona. Og þá fyrirgeðu, kem ég hérna mig. En aftur þá erum við glöð að fá að hafa Louis Torres hér með okkur We're happy to have Pastor Louis Torres here with us. og hann hefur verið að kenna og rannsaka ritningarnar He has been teaching and studying the Bible fyrir síðustu rúmlega 45 árin. for 45 years now. Og það okkur sannur heiður að hafa hann hér hjá okkur til að deila með okkur orðið Guðs. It's a great honor to have him here with us today to share the Word of God with us. En áður en að við hlýðum á tónlistaratriði þá skulum við lúta höfði í bæn. And let's pray before we listen to the special music. Kæri himneski Faðir, Dear Father, you that are in heaven, við þökkum þér fyrir allar þínar gjafir og þínar blessanir. thank you for your gifts and blessings. Þökkum fyrir alla þá sem eru hér saman, komnir. Thank you that we are all here gathered together. Við byggjum þig að vera með þeim sem eru á leiðinni And I pray that you may be with those that are coming eða að fylgjast með gegnum netið. or are watching us on the internet. Við byggjum þig að blessa okkur öll og ríkulega. May you bless us all Megið þú vera með Louis Torres þegar hann talar til okkar. and be with Pastor Torres as he speaks to us. Við byggjum þess í Jesú nafni. In the name of Jesus Christ I pray. Amen. Amen. Þá ætlum við að syngja þema sálmin okkar, gefðu gætur að Jesú. Amen.
Thank you so much for that rendition on the piano. Takk kærlega fyrir fagurt píanóspil. I think you know that the Bible has a lot of science in it. Ég held að ykkur sé kunnugt það að Biblían hefur töluvert af vísindum inn í henni. Most people don't realize that. Það ekki alveg allir sem gerir sig grein fyrir því. For example, in the beginning chapter of the Bible, En sem dæmi, þá í upphafsköflum Biblíunar, it introduces us into creation. þá sagt frá sköpuninni. And it says that God put Adam into a deep sleep. Og það sagt að Guð hafi sett Adam í djúpan svefn. We call that today anesthesia. Í dag köllum við þetta sem að fá In other words, svæfingu. if you had surgery, any of you have had surgery? Hafið það farið í skurðaðgerð? If you had surgery, Ef það farið í skurðaðgerð, they have to put you into a deep sleep. þá ertu settur í djúpan svefn. Yes? Já. But the Bible doesn't use the term anesthesia. En Biblían notar ekki svona faghugtækið, en við köllum það svæfingu á íslensku. It just uses simple words. God put Adam into a deep sleep. Heldur bara sagt með berum orðum að Guð hafi gefið honum fastan svefn. And then it says that he took out of his side a rib. Og svo segir að hann hafi tekið úr annað rifbeinið úr hlið hans. In medical terminology, we say an extraction. Og þetta þá var þetta svona fjarlægt. Svona. My wife has two cousins Og eiginkona mín, hún á tvö fransískinni that are organ transplant surgeons. sem eru læknar sem eru líffæra gjafalæknar. At least one of them, I said to him, John, Við sagði við annan þeirra, John, how do you take a kidney out and put another one in? hvernig tekur nýra út úr manni og setur annað inn? He said, it's very simple. You just take one out and put another one in. Hann segði það mjög einfalt, þú bara tekur eitt út og setur eitt inn. Well, I know better than that. En ég vissi betur að það var kannski ekki alveg rétt. Ekki But alveg svo einfalt. they put people into a deep sleep. En fólk svæft fyrst, Then they pulled out a rib, síðan tók Guð út rifbeinið and then it says it closed up the flesh thereof. og svo segir að hann hafi lokað holdinu. We call that suturing. Við kallum það að sauma. And so the Bible introduces us into the first surgery done with anesthesia and the first removal of a body part. Svo í Biblíunni þá sagt frá fyrstu skurðaðgerðinni sem framkvæmt með svæfingu og það verið að fjarlæga líffæri. Which means then Sem þýðir þá that for many, many centuries að mörgum öldum til viðbótar, before modern science, langt undan nútímavísindum, people thought it was impossible. hélt fólk að það veri ógerningur að gera slíkt. You cannot put somebody into a sleep and cut them open and then put them back together again and they live. Þú getur ekki bara svæft einhvern og skorað hann opinn og fjarlægt eitthvað og svo bara lokað og hann bara lifir áfram. In fact, that's the way people would kill each other in battles with knives and swords. Og með þess að þvert öfugt, það var þannig sem fólk drap hvort annað, það var með sverð og hnífa og skar á holdið á hvort öðru. So when the Bible wrote this, Svo þegar þetta stendur í Biblíunni, people said, crazy, not possible. þetta eitthvað skrítið, þetta getur ekki staðist, sko. But now, En núna, there's no question. þá finnst okkur þetta ekkert skrítið. It's done all the time now. Það verið að framkoma svona aðgerðir bara And örugglega núna. then it says that he took from the rib and made a woman. Og svo stendur að hann hafi tekið rifbeinið og gjörst af því konu.
Today we call that cloning. Í dag köllum við þetta að klóna eða að, já, In other words, the Bible demonstrates that you can take something from a human being and reproduce it. og Biblían segir það frá því að það sé hægt að taka eitthvað úr mannveru og það er hægt að búa, láta það mynda aftur. So now that science has discovered how to do what the Bible said Og thousands of years ago, núna hefur vísindin náðu uppgöta það sem Biblían sagði að vera hægt fyrir 1000 árum síðan. you have to ask the question, Þá þurfum við að spyrja okkur spurninga. who's ahead, science or the Bible? Hvor er á undan? Vísindin eða Biblían? What's the answer? Og hvert er svarið? The Bible. Biblían. Langt á undan. Isn't that wonderful? Er það ekki stórkostlegt? In your hand you have Þið haldið á í höndum ykkar God's counsel to humanity. ráðgjöf Guðs til mannkynsins. And it's written that you and I might have hope. Og hún er skrifuð til þess að við getum átt von. The subject tonight Efni fyrirlestans í kvöld supports what the scientists have said. styður við það sem vísindamaðurinn sagði. Herschel, who was a scientist, Herschel, hann var vísindamaður, said, all human discoveries seem to be made only for the purpose of confirming more strongly the truth that comes from on high and are contained in the Bible. allar uppgötunar mannkynsins virðast eingöngu vera með þeim tilgangi að staðfesta ennþá betur sannleikan sem kemur frá himnum og er ritaður í Biblíunni. Amazing. Er það ekki stórkostlegt? How many of you have read in the book of Job? Hversu mörg ykkar hafa lesið í Jobs bók? Can I see your hands? How many of you have read through the book of Hverju hafa Job? lesið Jobs bók? Má ég sjá hendur? Okay. Then I'm going to ask you the next question. Og þá ætla ég að spyrja ykkur næstu spurningu. How many of you are acquainted with the science that's in the book of Job? Hversu mörg ykkar þekkið vísindin sem eru á bakvið það sem stendur í Jobs bók? You probably didn't realize it. Þið hefur kannski ekki hugsað út í það. So the subject tonight is rescue from outer space. Svo efni fyrirlestans í kvöld er björgun utan á geimi And we pray now to open God's word. og við ætlum að biðja áður en við opnum Guðs orð. Heavenly Father, Kæri himneski Faðir, thank you so much for thy word. þökkum þér kærlega fyrir orð þitt As we study it, og þegar við lærum í því bless us, we pray. og biðjum þig að blessa okkur In Jesus' name, í Jesú nafni. amen. Amen. The Bible speaks about Job. Biblían, hún talar Job. Job was a man who all of a sudden got struck with all sorts of disasters in his life. Job maðurinn sem var allt í einu lostinn miklum harmleik. The Bible says he was a righteous man. In fact, it says he was a perfect man. Biblían segir hann var réttvís, jafnvel gengur svo langt að segja hann var fullkominn. But En all of a sudden, allt í einu, he loses his family. þá missir hann fjölskyldu sína, He loses all that he has. allt sem hann á, And then he loses his health. og síðan að lokum missir hann heilsu sína. And it says then that worms are eating his body. Og það segir að ormanir þeir voru að borða líkamanns, hold hans. He was in a lot of pain, obviously, Hann var undir miklum sársauka and wondered why all this was happening to him, og hann var að veltaði fyrir sig hvers vegna hann hefði lent í þessu öllu. especially since he was a very devout man, Sérstaklega því að hann var guðhelgur maður. a man who helped others all the time. Hann var ávallt reiðubúinn að hjálpa öðrum. So he asked questions. Svo hann spurði spurninga. And finally, Og að lokum, God then says to Job, I'm going to ask you questions. og þá að lokum þá snýr Guðs við og segir, nú ætla ég að spyrja þig spurninga. And if you have your Bible, you can look in the book of Job. Og ef þið eru með biblíunar hjá okkur, þá getið þið flett upp í Jobs bók. And verse 1, Í fyrsta versi, Job 38, í Job 38, 38. kapla, fyrsta vers, 38. kapla. and I want you to notice, and then the Lord answered Job out of the whirlwind and said,
Við viljið taka eftir að það stendur, þá svaraði drottinn Jakob úr storminum og sagði. Then he says to Job, who is this that darkens counsel by words without knowledge? Verse 2. Hver sá sem myrkar ráðsáláttun Guðs með óskynsamlegum orðum? In verse 3 says, gird up your loins, now pick up your pants, Job. Og í 3. versi stendur, girðu lengdur þínar, Job. I'm going to ask you questions and I want answers from you. Þá mun ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. And then he begins by asking some scientific questions. Svo byrjar hann að spyrja hann hávísindarlega spurningar. Where were you, Job, verse 4, Og í versi 4, hvar varst þú, Job, when I laid the foundations of the earth? þegar ég grundvallaði jörðina? Tell me if you can understand. Segðu mér ef þú hefur þekkingu til. Then he speaks about laying out the earth. Svo talar hann það hvernig hann þandi jörðina And then he asks questions og svo spyr hann spurninga. about the morning star. Og svo spyr hann út í morgunstjörnunar. And then he says, what about the sea? Og hvað með hafið? Who put the doors to the sea? Hver setti dyrnar á hafið? And then he says, when I made the cloud the garment thereof. Og svo segir hann, Verse 9. já, í versi 9. Og hver fekk skýjunum klæðnaðinn? In other words, he's asking questions to Job about making the earth and all that took place to make the earth. Og með öðrum orðum þá er hann að spyrja Job út í það hvernig jörðin var til og hvernig þetta hefur allt verið gert, orðið til. He even asked him if he knew how it rained. Og hann spurði hann líka, veistu hvernig regnið verður til? And he simply says that the waters from the sea are taken up to the sky and then dropped on the earth. Og hann útskýrir það með einföldum orðum að vatnið er tekið úr hafinu og það fer upp í himinin og það drýpur aftur niður á himninum. And it took millenniums, many hundreds of years, Og það tók alveg árhundruð for scientists to find out how it rains. fyrir vísindamenn til að komast að því hvernig rigningin var til. And they discovered that just as the Bible says, so it happens. Og þeir uppgötuðu það að alveg nákvæmlega eins og Biblían segir, þannig verður rigningin til. The water from the sea evaporates and goes up into the sky. Vatnið úr sjónum það gufar upp og fer upp í himinin. Then it's brought over the earth. Síðan fara skýin yfir jörðina And then it drops down on the earth. og þá kemur það niður sem rigning. It sounds simple, Það hljómar mjög einfalt, but that's something that God had declared happens as it rains, en þarna hafi Guð sagt frá því hvernig rigningin verður til, and how the water goes up to the sky and comes back down. hvernig vatnið fer upp í himinin og kemur aftur tilbaka. So then he continues to ask questions, Svo heldur Guð áfram að spyrja spurninga. and finally he gets to verse 31, Og að lokum kemur hann að versi 31, and then verse 31 he asks some astronomical questions. og í versi 31 þá fer hann yfir í stjarnfræði. Notice it says, Sjáu það stendur, can you bind the sweet influence of the Pleiades or lose the bands of Orion? getur þú þrengt 7 stirnisböndin eða færð þú leyst fjötra Órions? Can you bring forth Mazarus in the season? Lætur þú stjörnumerki dýrahringsins koma fram á sínum tíma? Or can you guide Arcturus with his sons? Eða leiðir þú Birnuna með húnum hennar? And then finally, you have these questions here then. Og þannig að við höfum þessar spurningar. So the last question I'm going to address first. Og ég ætla að byrja á síðustu spurningunni fyrst. Because most of us have read the book of Job, Því að flest okkar hafa lesið áður don't Jóbsbók, remember these questions. en kannski munum við ekki eftir þessum spurningum. How many of you remember these questions? Hversu margir muna eftir þessum spurningum? Those of you who read the book of Job, you remember these questions. Já, það nokkrir. Okay. But what did these questions mean? En hvað merka þessar spurningar? How many of you read the questions and kept on going because you didn't understand what it meant?
Hversu margir héldu áfram að lesa því að áttu ekki alveg á hvað þetta þýddi þessar spurningar. So now let's find out the meanings. Svo nú skulum við aðeins skoða betur og finna út úr því hvað af hverju þessar spurningar eru. We start with the last question. Við hefjum á síðustu spurningunni Can you guide Arcturus with his sons? og þar segir leiðir þú birnuna með húnum hennar. So Eða what is- vaxstirni, það er stjörnumerki heiti bæði. Yeah, who is Arcturus? In Icelandic it says the bear with the I know it says the bear, but it's actually Arcturus. en Arcturus, það björnin. The bear is the constellation, but Arcturus is a specific star. Það nefnilega ákveðin stjarna sem talað það Arcturus, en hann í byrninum. So if you read the Hebrew, it doesn't say the bear. Svo ef maður les hebresku, að þá það ekki talað byrnuna, en hérna, And some translations, because they didn't understand, they translated the bear. en það sumum þýðingum eins og í íslenskunni, þá það þýtt bara sem stjörnumerki byrnan. How many of you are acquainted with constellations? Are you? Hversu mörg ykkar þekki vel til stjörnumerkja? Are you acquainted with that term? Þekki stjörnumerki? Okay. No. Basically, the Greeks, as they looked at the sky, they thought that the stars made different shapes. Og í grunninn þannig að hinni grísku þeir skoðuðu himinin og horfðu á hann og þeir sáu ákveðin form, hvernig stjörnuna voru röðust. Like a group of stars made the shape of a bear. Og það voru svona nokkrar stjörnur þarna saman og það svona eins og björn. Another group of stars made the shape of a scorpion. Og þarna nokkrar stjörnur og þær eins og skordreki. Another group of stars made the shape of a fish. Og önnur hópur af stjörnum og það hægt að sjá svona út fisk. And the two groups of stars, the shape of like a dipper, something to take water out. Og svo heitir það ekki vatnsberinn á íslensku. Það svona eins og stjörnur sem koma saman og þannig eins og þessi verið að ausa vatni upp. So you have the big dipper Svo við með stóra vatnsberran and the little dipper. og litla. How many of you are acquainted with that? Þekkið þið þetta? Ég kann að Okay. veit. Well, those things are called constellations. Þetta þessi stjörnumerki. And so they were images that the ancient Greeks thought were made up by these stars. Þannig að þetta voru einhvers konar myndir sem að forngrikkir þeir fannst þeim sjá út úr hvernig stjörnunar birtust á himninum. But this question that it's asked Job is more specific than the constellation. En þessi spurning sem að Job fær hún nákvæmari heldur en að vera að tala stjörnumerkið í heild sinni. And the scientists have found the star called Arcturus. Og vísindamennir þeir hafa fundið þessa stjörnu, Arcturus, And they have taken a picture of it. og þeir hafa tekið mynd af þessari That's stjörnu. a picture of Arcturus. Og þetta mynd af stjörnunni, Arcturus. It is a star Og þetta stjarna that is not connected to any constellation. Þessi stjarna sem ég held að heiti vaxstirnið, It is independent. hún alveg sjálfstæð. And it is traveling by itself with its groups of stars, Og hún ferðast suns. sjálf með húnum sínum eða með syni sínum, And there it synum is. sínum. Og þarna stjarnan. You can see it down here. Sjáu þessa stjörnu þarna og það svona hali á eftir henni. It actually looks like a comet, Þetta lítur svolítið eins og but it's not a comet. halastjarna. Þetta ekki slíkt. It's not a comet. Þetta ekki You know what a comet is, right? já, ég að segja þetta aðeins vitlaust. Halastjarna, var ég að segja það? Já, ég sagði það rétt allir tíma. Okay. Halastjarna, já. All right. Now, that star Þessi stjarna is traveling at approximately 925,000 miles per hour. að ferðast á 925.000 mílna hraða á klukkustund. How fast? Hversu hratt? 925,000, not kilometers, miles. 925.000 ekki kílómetrar heldur mílur á klukkustund.
Is that fast? Yes or no? það hratt, já eða nei? Það er mjög hratt, Very fast. mjög hratt. Now, what's interesting about it, it is our sun is 1,300,000 times bigger than the earth. Sólin okkar er 1.300.000 sinnum stærri en jörðin okkar. Okay? So there's the sun, Þarna sólin, and Arcturus then is this in comparison to the sun. og Arcturus þessi stóra stjarna í samanburði við litlu sólina okkar sem þarna hægra megin í In horninu. other words, this ball Þessi litli bolti hér, is 1,300,000 times bigger than the earth. hann er 1.300.000 sinnum stærri heldur en jörðin, And this ball is Arcturus. en boltin sem er stærri boltin, það er Arcturus. So there you have the comparison between the sun Og þarna erum við mælikvarðan, þarna er sólin and Arcturus. og þarna er Arcturus. So is that small or large? Er það lítil eða stór stjarna? I think you'll agree with me that it's not just large, it is humongous. It is Ég a held að big, við big samanlega meira, hún star. er ekki bara stór, hún er risavaksin. So it's about 1,000 times bigger than the sun, Það vil 1000 sinnum stærri heldur en sólin and it's traveling at 925,000 miles per hour. og er að ferðast á 925.000 mílum á klukkustund. And it was mentioned back 3,500 years ago in the Bible. Og þessi stjarna var nefnd á nafn fyrir 3500 árum í Biblíunni. So God is asking Job, Segir Job, Guð er að spyrja Job, Job, can you guide Arcturus with his sons? getur þú leitt Arcturus og syni hennar eða sólir hennar? So what's the answer? Og hvert er svarið? Can Job guide Arcturus? Getur Job leiðbent Arcturus? Yes or no? Já eða nei? Nei. So why is God asking Job that question? En af hverju er Guð að spyrja Job þessa spurningu? Because Job is asking God questions, Því að Job var að spyrja Guð spurninga, and God says, okay, now I'm going to ask you some questions. en Guð snýr sig við og segir, ég ætla að spyrja þig spurninga. Job, Job, can you do what I can do? getur þú gert það sem ég geri? Can you guide Arcturus? Getur þú leiðbent Arcturus hvert hann á að fara? So since that question was written over 3,500 years ago, En þessi spurning hún var rituð í Biblíunum fyrir 3500 árum síðan. and since this information is relatively new, En þar sem að upplýsingarnar sem ég er að deila með ykkur hér í dag eru tiltölulega nýlegar, in fact, if that Arcturus ef að þessi Arcturus, would fly right into this area, this is our Milky Way, ef að Arcturus myndi fljúga í gegnum okkar, og þetta er okkar vetrarbraut, this is where we live, þetta er sirka það someplace sem around here. við eigum heima sirka hér, But these are stars. en þetta er allt saman stjörnur. You see how many stars there are? Over 200 billion suns. Og sjáu hvað eru margar stjörnur, þetta eru 200 miljardar stjarna, So God's asking Job, sóla. Svo Guð er að spyrja Job, if Arcturus were to fly into that densely populated area, ef að Arcturus er að fara í gegnum þetta svæði sem er með mörgum stjörnum og sólum, is it possible that it can crash with one of the other stars? mundan þá ekki möguleiki að hann geti klest á hinar stjörnunar? Is it possible? Er það ekki möguleiki? Yes or no? Já eða nei? Haldið það sé hægt að hann geti klest? Yes or no? Já. How many of you say yes? Can I see your Hversu hand? margir myndu segja að stjarnan gæti klest á aðra How stjörnur? many of you say no? Can I see your Hversu hand? margir segja að hann geti ekki klest? How many don't have hands to raise? Og hversu margir eru án handa og geti ekki rétt hann upp? All right? The answer is absolutely not. Og svarið er alls ekki. Why? Af hverju ekki? Who's guiding it? Því að hver er að leiða God stjörnuna? is. Því að það er Guð sem er að And leiða. if God is guiding it, can it crash with anything? En þegar Guð er að leiða,
Getur það rekist á eitthvað? Yes or no? Já eða nei? No, it's not possible. Nei, það er bara ómögulegt. So God has been guiding that star now for over 3,500 years. Svo Guð er búinn að vera að leiða þessa stjörnu í yfir 3500 ár. That's amazing. What do you say? Og það er ótrúlegt. Listen. Amen. Here it is. Hérna er hann. This is the picture of Arcturus, and you see the dipper right here, right? Og hér sjáum þið hérna And Spica. Bakstykki og hérna er Arcturus. It shows the direction of Arcturus is flying at this time. Og projectors. I see that, okay? Já, og það sást þarna á myndinni hvernig Arcturus er að ferðast í áttina að hínu stjörnumerkinu. Now, how did they discover that? En hvernig komust þér að því að Arcturus væri á ferðinni? With this powerful telescope. Með þessum öflugum stjörnukíki. This telescope, you see some two people down here? Sjáu þið fólki sem stendur hérna alveg neðst á myndinni, vinstra megin. So you see how big the telescope is. Þannig að það gefur okkur svona hugmynd hversu stór stjörnukíkirinn er. This telescope is in California. Hann er í Kaliforníu, þessi stjörnukíkir. And it can measure, at 200 miles, it can measure the head of a straight pin. Og hann er það öflugur að hann getur mælt. You know the straight pin that you use to sew, to put clothing together while you sew it? Hann getur mælt hversu breitt nálin er, 200 mílna fjarlægð. At 200 miles away, Fyrir 200 mílur í burtu, it can measure the angle of the pin. hvernig nálin er snúið. Það getur hann mælt hvernig nálin er snúið. So it has caught Arcturus in action. Svo að þessi stjörnukíkir hann hefur séð hvernig Arcturus er að ferðast. So here's the question then. Svo hér er spurningin. How did the writer of the book of Job Hvernig vissi höfundur Jóbsbókar know how to write such an interesting astronomical question? Svona ótrúlega spennandi stjarnfræðilega spurningu? When in those days there were no telescope of any size to look up into space. Þegar að það voru ekki svona stjörnukíkjar á þessum tíma. What do you think? Hvað haldið þið? Okay. Now there's another telescope. Hér er annar stjörnukíkir. This telescope is called the Hubble telescope. Þetta er Hubble teleskópin. And they put it out in space. Og honum er beint út í geiminn. So that the light around the earth would not block its ability to pierce into the darkest parts of space. Svo þau sett hann út á sporbaug til þess að ljósi frá jörðinni myndi ekki trufla, þannig að þau geti séð lengra inn í myrkur alheimsins. So they wanted to know if there was anything way, way, way down in the darkness of space. Svo þau voru að reyna að sjá hvort þau myndu sjá eitthvað alveg í jaðrinum, í myrkra jarðinum á alheiminum. So they aimed that telescope Svo þau tóku stjörnukíkirinn at sem a er little spot og bent honum á lítinn about the blett size of a dime, an American dime. og bara stærðið 1 krónu. Þessi blettur sem þau bent honum á. And they fixed it on that spot for a while to see if there's anything in there. Og þeir höfðu hann bara akkurat á þessum blett bara til að finna hvort það væri eitthvað á þessu svæði. And here's what they discovered. Og hér er það sem þeir komust að. The total area of the sky covered in the deep field is like putting a dime 75 feet away, which is about from here to over there, to the back of the auditorium. Svo að þeir svæði sem þeir skoðuðu var eins og þau myndi setja 1 krónu hérna aftast og horfa á hana. And they found out that in that little dark spot, Og þeir fundu það út að í þessum litla myrkra bletti sem var stærð við 1 krónu, there were 3,000 images. að þá voru teknar 3000 myndir. They found in that little dark spot 3,000 images. Það voru 3000 myndir eða, já. And they discovered that they were galaxies. Og þeir uppgötuðu það að þetta voru, sem sagt, á þessum myndum, eða það sem náðast á mynd voru vetrarbrautir, 3000 vetrarbrautir. About 72 billion galaxies. Já, á þessum 3000 myndum voru það bil, 72 billion 72 galaxies. billion
vetrarbrautir. In that little space in the far distance Í þessum beyond. litla bletti hérna lengst í burtu þar voru þeir að skoða, bara þar. Did you understand that? So you have to ask the question, Skiljið hvert við erum að fara hér. Maður How- spyr sér spurninguna. how big is space? Hversu stór alheimurinn? If in that little space, way How- deep in the darkness of space, Ef að bara á þessum pingu litla bletti þarna í fjarska svona mikið there were 72 billion galaxies. að þeir tóku, já, sem sagt 72 biljónir galaxína. And our galaxy where we live is called the Milky Way. Og við búum í vetrarbrautinni og hún heitir vetrarbraut That has billions of stars. og það eru milljarðar stjarna í okkar vetrarbraut. Now you have billions of galaxies. En nú erum við að tala biljónir af vetrarbrautum. How deep is space? Hversu djúpur geimurinn? Infinity. Hann óendanlegur. Isn't that amazing? Það ekki What do you ótrúlegt? think? Hvað finnst ykkur? Well, you compare it. Here's another galaxy. Hérna önnur vetrarbraut. You notice how dense the stars are. Sjáu þið hvað hún þétt. If our tourists were to fly into that area, Ef Arturus myndi fljúga í gegnum þetta svæði, can it collide with anything? Can it crash with anything? myndi hann klessa á eitthvað? What's the answer? Hvert svarið? No. Nei. Why? Af hverju ekki? God is guiding it. Að því að Guð að leiða. Now, here's why God's asking the question. Svo þess vegna Guð að spyrja spurninguna. Job, you're concerned about your life, Job, þú hefur áhyggjur af þínu eigin lífi all the things that are happening, og það sem að gerast í þínu lífi. and you think that your life has gone kind of crazy. Og þér finnst eins og að líf þitt hafi farið úr skorðum. Job, Job, if I can guide Arcturus, ef ég get leiðbend Arturus, can't I guide your little life? get ég ekki leitt í þínu lífi líka? What's the answer? Og hvert svarið? Can God guide your life? Getur Guð leitt í þínu lífi? Yes or no? Já. If we let him, Ef við leifum honum það, he can guide your life. þá getur hann leitt okkur. And you are nothing comparison to Arcturus. Og það mun auðveldara heldur hann að leiðbeina Arturusi. So God is able to do great things. What do you say? Guð getur gert mikilfenglega hluti. But Hvað segir? listen, En sjá let me þið, go to the next question. en nú skulum við fara yfir í næstu spurningu. Can you buy the sweet influences of the Pleiades? Getur þú þrengt 7 stirnisböndin? Most Bible translated the seven sisters. Og flesta biblíur þýða þetta sem einar 7 systur. I don't know how you're... 7-star bond. Hmm? Can you tighten the 7-star bond? Yeah. It says in Icelandic. They call them the seven sisters. Og stjörnunar, þessu 7 stirnir eru stundum kallaðir sína 7 Because to systur. the naked eye at night, Því að með nöktu auga á nóttunni, you can see seven stars that are always together. þá getur 7 stjörnur sem eru alltaf saman. And it's called the Pleiades. Og það heita á ensku Pleiades. So God is asking Job, Svo já, Guð að spyrja Job, can you keep those stars together? getur þú þrengt 7 stirnisböndin? So here's what's interesting. Og hér það sem áhugavert. The Pleiades are not seven stars. Þessi 7 stirni, þetta ekki 7 stjörnur. Here are the seven stars that can be seen with the naked eye. Hér sjáu þið stjörnunar sem hægt að sjá með nöktu auga, beru auga. But the Pleiades are more than seven stars. En það eru mun fleiri stjörnur þarna á þessu svæði. Okay? Here's the Pleiades. Hér eru þetta. It turns out that there are 250 stars. Það eru 250 stjörnur í 7 Now, how do I know that? Og hvernig veit ég það? It's called the Pleiades because they are so beautiful. Og þetta kallað á ensku Pleiades af því að þetta svo fallegt, 7 stirnisböndin. And here's what the scientists have discovered. Hér það sem að vísindamennir hafa komist að. This is from the astronomers have identified 250 stars.
Stjarnfræðingar hafa auðkennt 250 stjörnur Okay, 250 stars as members of this group. sem eru hópast saman All of the stars og allar stjörnunar are drifting through space in the same direction. þær eru að ferðast í geimnum í sömu átt. It's the only group of stars Þetta eini stjörnuhópurinn that are traveling together sem bara að ferðast saman in the same direction í sömu átt at the same speed. á sama hraða. So, they discovered then, after 25,000 individual measures, Og svo eftir að þau mælt 25.000 sinnum, in other words, 25,000 scientists who observed the stars, það er búið að fylgjast með þessar 25.000 mælingar sem við fara fram, they have concluded þá hafði komist að því niðurstöðu that the whole cluster of stars is moving in a southeasterly direction. að allar stjörnurnar séu saman að ferðast í suðaustur átt. So God is asking Job, Svo að Guð að spyrja Job, Job, can you keep those stars together? getur þú haldið þessum stjörnum saman? What's the answer? Og hvert svarið? Can Job keep those stars together? Getur Job haldið þessum stjörnum saman? Yes or no? Nei. This young lady keeps on saying no. Já, unga stelpan segir nei. And she's emphatic about it. Og hún alveg viss það, hún hristir hausinn alveg vel. And the answer is, you're correct. Og svarið það, þú hefur alveg rétt fyrir þér. There's no way, shape, or form that Job could keep 250 stars together. En Job hafði engar leiðir til þess að halda þessum stjörnum And they're saman. the only group of stars that have been found in space that are doing this. Og þetta eini hópurinn af stjörnum sem hagar sér svona. So the question, Svo spurningin Job, Job, can you do what I can do? getur þú gert það sem ég geri? In other words, Job, Job, með öðrum orðum, Job, if I can keep the stars together, ef að ég get haldið stjörnunum saman, can't I keep your little life together? get ég þá ekki haldið utan þitt líf? It seems like things are falling apart, Job. Það virðist vera að sé alltaf detta í sundur, Job, But the truth is, en sannleikurinn sá I am guiding your life. að ég að leiða líf þitt And if I can keep the stars together, og ef ég get haldið stjörnunum saman, then I can keep your little life together. og þá get ég haldið þínu litla lífi saman. Isn't Líka. that wonderful? Það ekki dásamlegu boðskapur? Sometimes we think, why does this happen? Why does that happen? Why is it happening to me? Stundum hugsaum við hvers vegna gerist þetta, hvers vegna gerist þetta, akkur gerist þetta fyrir mig. If you are in the hands of the Lord, Ef maður búin að leggja líf sitt í hendur Guðs, God is guiding you. þá drottinn að leiðbina þér. Do you understand? Skilur þú? Yes? Absolutely. But listen, let's look at the last one. Við skulum kíkja á síðasta. Those stars are traveling like a flock of birds to the same direction at the same speed. Stjörnunar að ferðast eins og þessi fuglar í sömu átt og á sama hraða. Okay? The third question. Og þriðja spurningin, Can you lose the bands of Orion? fær þú leyst fjötra Órions? Okay? So who is Orion? Hver Órion? And does he have a belt? Og hann með belti, hann The Órion? answer is, it's a constellation Og svarið það stjörnumerki called Orion. sem heitir Órion. And here's the basic shape of the Orion constellation. Og hér sjáu þið stjörnumerki Órions. The Greeks imagined that this was a great hunter. Og Grikkinir, þeir ímynduðu sér að þessi maður væri mikill veiðimaður, sjáu þið. He boasted he could kill anything. Og hann hreykti sig af því að hann geti drepið hvað sem Then a little scorpion stung him in the heel and he died. En svo beit Little scorpion, you know, that with a tail that Yes. that hits. I translated earlier, and now it's gone. Já, og það var sportdreki sem bítur hann í hælinn og hann deyr. Okay, so the constellation is just a figment of the imagination. En stjörnumerkin, þau bara tilbúningur eða búin til með ímyndunaraflinu. But at least it helps us to locate the star group.
En þetta hjálpar okkur svona að kortleggja hvar stjörnuhópanir eru. How many of you have seen Orion here from Iceland? Hversu mörg ykkur hafa séð Orion hérna frá Íslandi? You know where it is. Vitið þið hvar hann er? It rises in the east. Hann rís upp úr austri And in Iceland here, og Íslandi hér you can see it at night very beautifully when there's no clouds. og það er þetta að sjá hann frá Íslandi, hann er mjög fallegur og sjálfsög þegar það er ekki skýjað. Now, what's interesting about Orion En það sem er áhugavert við Orion, is that there's a certain time in October það er ákveðin tími í október when all the inhabitants of the earth can see it at the same time. að þá getur allir sem búa í heiminum séð Orion á sama tíma. In other words, Með öðrum orðum, if you're down in Australia, ef þú ert einhvers þar í Ástralíu, niður í Ástralíu, you cannot see the North Star. þá sér maður ekki norðurstjörnuna. And we who are up here now, Og við sem erum uppi hérna, we cannot see the Southern Cross. There's a group of stars that's called the Southern Cross. við getum ekki séð stjörnumerki sem myndar kross, söður krossin. But En everybody up here allir hér and everybody in Australia og allir í Ástralíu can see Orion. geta séð Orion. And in a certain day in October, Og vissum degi í október, it is positioned in such a way þá staðsetning Orions þannig that everybody can see it. að það geta allir séð Orion. Interesting, Áhugavert, because vegna þess, the Bible says that when Jesus comes, því að þegar að Biblían segir þegar Jesús kemur, every eye will see him. þá mun hvert auga sjá hann. And some people wonder, Og sumir velta fyrir sér, how is that possible? hvernig er það mögulegt? Well, since Orion rises up in the east, En Orion, hann rís upp í austri, now we know why it's possible. þá vitum við hvernig það er mögulegt. But listen, En hlustið, this particular constellation, Orion, þetta stjörnumerki, most of the Orion, time what you see is these stars here. og það sem við sjáum oftast og auðveldast að bera kenni á þessar stjörnur hérna fyrir miðju. It actually looks like a kite. Og þetta svolítið eins og flugdrykki. How many of you, when you were children, made kites? Any of you? Bygguðu þið til flugdreka þegar þið voru lítil? Yes, you made kites. Já, það eru nokkrir. You took a stick and made it like a cross. Tókuðu svona spýtu og bygguðu til And you kross took string and you tied it in the corners. og settur spotta í hornin. Then if you were poor like I was, you took newspaper and you glued it to the string. Og ef þú varst fátækur eins og ég var þá tókstu dagblöð og þú límdir það við strengin. And if you didn't have any material for a tail, you went to your mother's skirt and you cut a piece off. Og ef þú áttir ekki efni til að setja svona skottið á flugdrekan þá fórstu að kjólum að möðunar eða skýrtuna og kliftir og þá varstu komið smá efni til að setja fyrir skottið og þá varstu komið með flugdreka. So how many of you remember making kites? Can I see your hand? Hvers mörgingar muna að búið til So flugdreka? here Hérna is how it's shaped. However, þetta svona í laginu. there's some interesting things about the constellation of Orion. En það sumt sem áhugavert við stjörnumerkið Orion. You see this star right here in the left knee of Orion? Sjáu þetta vinstri hornið, hnið. It's called Regal. Sú stjarna heitir Regal. Regal is actually 40,000 times brighter than the sun. En Regal stjarnan 40.000 sinnum bjartari heldur en okkar stjarna, sólin okkar. If you think the sun is very bright when it's up in the sky, Ef okkur finnst sólin vera mjög björt þegar hún in komin hátt á heiminn, comparison to this sun, þá hún í samanburði við þessa stjörnu, við the þessa sól, sun's light would be like comparison to a night light that you put on your wall að þá væri það bara svona eins og náttljósið, in sólin comparison okkar, to the sun. í samanburði við. 40,000 times brighter than our sun. Og Regal 40.000 sinnum bjartari heldur en sólin okkar. That is bright. Það mjög bjart. Then there's another star, Betelgeuse. Svo önnur stjarna, Betelgeuse. Here on this
right shoulder, og það hægri öxlin. this star is very big. Þetta mjög stór stjarna. For example, Sem dæmi, here you have our planets, hérna eru plánetunar í okkar sólkerfi. and you can see our planet Earth here. Hér jörðin. Among these, our planet is the biggest of the 5. Og hér jörðin stærst af þessum 5 plánetum í sólkerfinu okkar. But then, here's the other planets, En svo eru hinar 4 and you see Jupiter. og við sjáum að Júpíter In stærstur. comparison to Jupiter, our Earth is small, Og í samanburði við Júpíter þá jörðin okkar smá. right? Það ekki? But then we keep on comparing. Here it is, Jupiter, Og þarna Júpíter and the Earth, og jörðin comparison to the star, í to the samanburði sun. við sólina. So what's happening to our Earth? Því hvað að gera til jörðin okkar? Becoming smaller and smaller, isn't it? Hún verður alltaf minni og minni. Yeah. Hvað mynd? But listen, En sjáu því, here's the sun, hér sólin and here's Arcturus. og hérna Arcturus. What happened to our Earth? Hvað varð jörðin okkar? It disappeared. Hún týnd. But we're talking about Betelgeuse. En við erum að tala Betelgeuse. Betelgeuse is bigger than Arcturus. Og Betelgeuse stærri heldur en Arcturus. Here's Arcturus, Hér Arcturus here's Betelgeuse. og hér Betelgeuse. And what happened to our sun? Og hvað varð sólin okkar? It has disappeared. Hún bara týnd, hún 1 pixel. Are you understanding what this is telling us? Skiljiði hvað þetta að segja okkur? The mammoth things that are out in space that God has made. Það alveg ótrúlegt og stóru hluti sem Guð hefur skapað út í geiminum, í alheiminum. So, let's suppose that you were living on the planet in Betelgeuse. Og segjum bara sem svo að þið myndu búa á plánetu rétt hjá Betelgeuse And you had the same proportion that you have to the Earth on Betelgeuse. og þú værir sömu stærð og samsvarandi stærð og við mannsfólki hér á jörðu en bara væri þær stærð á Betelgeuse. I think, for example, Adrian, Ég held þetta með þess að are Adrian, you 6 feet tall? 6'1". Okay. þeir eru að tala í fetum, ég get ekki hjálpað ykkur með So það. Adrian is 6'1" on this planet. Svo hann 6 fet og But og if 1 tomma. he lived in Betelgeuse Ef hann myndi búa á Betelgeuse and had the same proportion according to that planet, og hann var í sömu hlutvöllum og við plánetuna, how big would he be? hvað haldið hann væri stór þá? Well, here he is on planet Earth, Hérna hann á hérna á jörðinni and here he is on Betelgeuse. og hérna hann á Betelgeuse. He would be 37.5 miles. Hann væri 37,5 mílu stór til að vera samsvarandi stærð á jörðinni. So how big are we then? Það er að vera 60 km hár. Svo hversu stór við? How big is Adrian in comparison to this? Hversu stór Adrian í samanburði við þetta? I think you would agree. Ég held að það væri sammála We are really very small, aren't we? að við erum frekar lítil, Yes. er það ekki? In comparison to all that's out there in space, you and I are like a grain of sand. Í samanburði við allt sem þarna úti í alheiminum og þá erum við eins og lítið sandkorn. That's why David wrote the question, Og það þess vegna sem að Davíð skrifaði þessa spurningu. what is man Hvað maðurinn? you take knowledge of him? Að þú þekkir hann. Or the son of man that you make account of him? Eða Why are we so important to God? hvers vegna erum við svo mikilvæg? What is it about you and me Hvað það við okkur? that make us important to Þig God? og mig sem gerir okkur svo mikilvæg í augum Guðs. When in comparison to what he has created, Þegar í samanburði við allt sköpunarverk hans, we are like dust. þá erum við bara eins og sandur eða And ryk. yet, En samt, he hears and answers our prayers. þá heyrir hann og svarar bænum okkar. Is that true? Er það ekki satt? How many of you have prayed and you have the certainty that God answered that prayer?
Hversu mörg ykkar hafi beðið og verið þess fullviss að Guð hafi svarað bæn ykkar? So you know then that even though we are but nothing in comparison to what's out there in space, Þannig jafnvel, God takes account and listens to you. þannig að jafnvel þótt að við séum ekkert í samanburði við allt það sem þarna úti, að þá gefur Guð samt gaum af okkur, mannanna börnum. So let's conclude our study tonight. Þannig við skulum fara yfir þetta og loka því sem við erum farið í dag. Now, here's the 3 stars, which is the belt. It is the belt of Orion. It's called the band or the belt of Orion. Og Okay? þessar 3 stjörnur hér, þær mynda belti eða band Órions. And then this is the sword. Og hérna sverðið. So the sword is supposed to be attached to the belt. Sverðið eru vanalega festu beltin. So God's asking the question, Svo Guð spyr, Job, can you lose the belt of Orion? getur þú leyst fjötra Órions? That's an interesting question. Það mjög áhugaverð spurning. So, do you see the middle star there? That one? Sjáðu þarna miðjustjörnuna þarna. It turns out that while to the naked eye it looks like a star, it turns out that it's not a star at all. Og fyrir með berum augum þá sýnst þetta að vera stjarna en í reyndin önnur. It is actually an open space in space. En þetta í raun og veru opin geimur í miðjum geiminum. It's a giant cave. Það svona eins og þessi risavaxin hellir. Students, yesterday, I think you went to the lava cave. Og nemendunir þeir fóru og heimsóttu Raufarhúshellir. Did you? Það ekki rétt? How many of you went to the lava cave? Hversu margir hafa farið á Raufarhúshellir? So what did you see? Hvað sáuð þið? You saw darkness. Þið sáuð myrkur. If it wasn't for the lights in there, you wouldn't see anything. Það hefði ekki verið fyrir ljósin sem voru í hellinum, þá hefði ekki séð neitt. But En this is a cave that's lit up. þetta upplýstur hellir. In fact, it is very, very bright. Og í reynd þá hann mjög bjartur. And scientists are asking the question, Og vísindamenn að spyrja spurningar. what is producing all that light Hvað það sem býr til allt þetta ljós sem in kemur that þarna út cave? í þessum helli? So they call it the open space in Orion. Opni geimur í Orion. What's the name? Hvað nafnið? The open space in Orion. Opna Now listen. geimur í Orion. Okay? Listen to what scientists say. This is the Hlýða það sem vísindamenn segja. Edgar Larkin. He's an astronomer of Mount Lowell Observatory. Og þarna tilvitnun í Edgar Larkin sem stjarnfræðingur sem var í What has all along appeared to be a flat surface of nebulous matter in the sword of Orion. Það sem hefur ávallt verið talið vera flatur flötur úr nebulous matter. It turns out Í sverði Orions that it is the mouth of a cavern það kemur í ljós að þetta eins og munnur hellismunni receding into the mighty distance beyond. sem einhvern veginn heldur áfram inn í mikilfengna In fjarlægð. other words, they realize that it's a cave that goes in so far that they cannot determine how far it goes. Þannig þeir sjá að þessi hellir, hann svo djúpur að þeir sjá ekki fyrir endan á hann. Then it says, it's like looking in at a door, Þetta eins og að horfa á dyr eða hurð and to the rear of the cave, deep within, glittering nebulosity. og þarna innst inn í hellinum þar sem að það gríðarlega birta. The chasm is the most beautiful object visible to human sight. Og þetta fegursta sýn fyrir augun manna. They have pillars and columns and walls, facades, bulwarks, stalactites and stalagmites. I know it's hard to translate, but anyway. Það ekki auðvelt að þýða þetta en þarna
súlur og veggir og það er eins og það sé bara flísalæði veggir og hinsegin og þetta, hitt og þetta, mismunandi form og litir og mikil fegurð. They glow and shine superbly with pearly light. Og þau geisla og skína með perluljósi. The distance of the rear of the chasm from the opening cannot be measured. Fjarlægin frá upphafi hellinsins inn að innst sem þeir sjá er ekki mælanleg. But it must be 3 times greater in depth than width. En hún er það bil 3 sinnum meiri í dýpt en heldur en breidd. Or 51 trillion miles. Eða 50 billjónir mílna. Now, for his sake, I'm going to skip some things. This distorted mass of shining gas Og þetta þessi massi sem skínandi gös. they ask the question, Þeir spurja hann, where does this light come from? hvaðan koma þessi ljós? You see that? Where does this light come from? What's its origin? Hver upprunnið þessa ljós? If it is a cold light, a luminosity not due to heat like fireflies. Do you have fireflies here in Iceland? Ef þetta væri kalt ljós eins og kemur frá eldflugum, ég held að þetta sé kallað eldflugur. Hann spyr, eru eldflugur í Íslandi? Og það ekki. They're little beetles Þetta eru litlar svona bjöllur that have light. sem geta lýst frá sér. Lýs í myrkri. And they can get very bright at night if it's dark. Og þegar það komið myrkur þá geta það orðið mjög bjartar, þessar bjöllur. As a child, I remember playing with them. Og ég man eftir því í æsku að ég var að leika með slíkar flugur. So I would collect them and put them in a jar so I have my own light. Svo ég safnaði þeim og ég setti þeim í krukku svo ég hefði ljós til þess að lýsa sjálfur. The light that's produced is called a cold light. Og þessar bjöllur búa til það sem kallast kalt ljós. So they're saying, if that light in that cave is produced as a cold light, Og þeir segja að ef að ljósið í hellinum væri framleitt sem kalt ljós, it's beyond the scientific ability to determine. að þá gæti vísindin ekki útskýrt hvernig það var til. But if it is from light from heat, En ef að ljósið frá hita, then the quantity of heat must be of that of millions of white hot suns. þá væri hitastigið þannig að það þyrfti að vera milljónir hvítheitra stjarna. In other words, it's a mystery to them. Með öðrum orðum, þeir skilja ekki hvernig það getur verið. They do not know what's producing the bright light that comes from inside the cave. Þeir skilja ekki hvaða sem býr til þetta bjarta ljós sem kemur úr þessum helli. It's just too bad that they don't have the Bible, Því miður að þeir ekki að lesa í Biblíunni. because they would find the answer. Því að svarið þar. So, I want you to notice Tökum eftir þessum. different caves. Þetta eru mismunandi hellar. I've been to many caves, my wife and I and my daughter to some caves. Ég og eiginkona mín og dóttur mín, við höfum farið í marga hella. And some caves are very pretty, Sumir eru mjög fallegir. okay? But nothing compares to the cave in heaven. En það ekkert sem kemst nálægt hellinum á himnum. Now there's something more that's happening. En það líka eitthvað meira sem að gerast. Remember the question, Muniði spurninguna? can you lose the belt of Orion? Getur þú leyst fjötra Órions? God is asking that question, Guð að spyrja þessa spurningu. which means then that there's only one that could lose the belt of Orion. Sem því það aðeins einn sem getur leyst fjötra Órions. And who is that? Og hver það? God. Og það Guð. Can Job reach up into the space and lose the belt of Orion? Getur Job farið og seilst upp í himinin og losað belti Órions? You think, Job, that your life is falling apart. Job, þú heldur að líf þitt sé að brotna í sundur. So I keep your life together like the Pleiades. Svo ég held
stjörnunum saman, eins og 7 stjörnunum, and you feel that your life is tied up by circumstances. og þér líður eins og að líf þitt sé fjötrað kringumstæðum, I can lose those bands just like I can lose the band of Orion. ég get losað það eins og ég get leyst fjötra Órions. So what's happening right now? Svo hvað er það sem er að gerast núna? At the present time, this consists of an almost perfect straight line. Núna eru hérna stjörnunar raðar þannig að þær eru mynda fullkomlega línu. And then it explains that the 3 stars Og svo er það útskýrt að þessar 3 stjörnur í beltinu, are actually moving. þá kemur það fyrir ljós að þær eru á ferð, En þessar svo- 3 stjörnur. So here's what's happening. Svo hér er það sem er að gerast. Here is the band of Orion. Hérna eru þessar 3 stjörnur sem And mynda what's belti taking Órions. place is that these 2 stars Og það sem er að gerast er að það eru 2 stjörnur actually will be moving sem er að ferðast, like that. sem ferðast svona. And then it will become a naked eye double. Og þegar þær hafa farið allarleið saman, að þá munum við ekki geta greint þær í sundur. And then the last star, Og lokum setna stjarnan, afsakið skjáarpinu að stríða okkur aðeins. if we can wake up the video projector, Skjáarpinu er farin að sofa, við erum að vekja hann. see, maybe it's time for it to give up the ghost. Kannski að, Well, let me explain what happens then. So those 2 stars meet together, þessar 2 stjörnur, það er, and the other hittast star saman og hin is stjarnan, drifting away. hún er að fara í hináttina. So, let me go back to it now that it came back alive. So the last star, there it is drifting away. Hún So er að then- fara í hináttina. Þannig The að 2 belt- stjörnur að fara saman og ein fyrir í hináttina. So the belt is being Svo loose. það er verið að leysa fjötra Órions. But who's losing it? En hver er að leysa fjötra Órions? Who? Hver? God is. Guð er að gera það. All right. Now I'm going to show you something else. Nú ætla ég að sýna ykkur annað. In December 16, 1848, 1846, 16. desember, a little woman named Ellen G. White þá var lítil kona að nafni Ellen White had a vision. sem fekk sín. And this is the vision that she had. Og þetta er þessi sín sem hún fekk. The Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. Drottin gaf mér að sjá þegar þegar himnarnir myndu hristast. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. Dökk, þung ský hlóðust upp og klæstu hvort á annað. The atmosphere parted and rolled back. Og andrúmsloftið riðlaðist í sundur og rúllaðist sundur. Then we could look up through the open space in Orion. Og þá gáttum við séð beint upp í hinn opna himinn í From where Órion. came the voice of God. Og þaðan kom rödd Guðs. The holy city will come down through that open space. En Helgaborg mun koma þar í gegnum hinn opna geim þar. Now you have to ask the question, Og við þurfum að spyrja þá spurningu, how did that little woman hvernig vissi þessi litla kona in þetta? 1848 Í 1848, know hvernig vissi hún that there was an open space in Orion? að það væri opin geimur í Órion? When scientists did not discover the open space until 70 years after the statement. En því að vísindamenn uppgötuðu eingöngu þennan opna geim 70 árum setna. So how was she able to do that? Svo hvernig gat hún gert þetta? The same way that the writer of Job was able to write these intelligent questions. Með sama hætti og höfundur Jóbsbókar gat skrifað þessar spurningar. Who revealed it? Hver sagði henni frá þessu? God did. Opinberði þetta, það var Guð. Who? Hver? God did. Guð gerði það. Is he loosening the band of Orion? Er hann að leysa belti fjötra Órions? Is Já. he keeping the Pleiades together? Þrengir hann sjöstundisböndin? Já. Is he guiding Arcturus? Er hann að leiða Yes. Arturus? Já. Can he guide your life? Getur hann leitt líf þitt? What do you say? Hvað segir þið? Yes.
Já. if you let him. Ef þú leifir honum það. If you Ef Let þú him. leifir honum það. Well, we know that Jesus promised he will come again. Við vitum það að Jesús lofaði því að koma aftur. And according to the Bible, he comes from what part of the direction on the planet? Og samkvæmt Biblíunni, frá hvaða átt kemur hann? The Bible says he comes from the east. Biblían segir hann komi úr austri. From where? From the Frá east. austri. And since everybody can see Orion in October, Og víst að allir geta séð Orion í október, then every eye will be able to see him. þá mun hvert auga geta séð hann. When he comes, Og þegar hann kemur, the Bible says that he comes og segir Biblían hann because he's kemur, preparing a place for us. því hann að undirbúa vistaföru fyrir okkur. So he says, let not your heart be troubled. Svo hann segir, hjartað skelfist ekki. You believe in God, Trúið á Guð believe also in me. og trúið á mig. In my Father's house Í húsi föður míns are many mansions. eru margar vistaförur. If it were not so, I would have told you. Vær ekki svo, hefði ég sagt ykkur, I go to prepare a place for you. að ég færi burt að búa yður stað. And if I go to prepare a place for you, Og þegar ég er farin burt I will come again og ég hef búið yður stað, kem and, ég aftur and receive you unto myself, og tek ykkur til mín, that where I am, svo að þér séu there you may be also. einnig þar sem ég er. We now know that man can fly into space. Við veitum það núna að maðurinn getur flóið út í geiminn. So when the Bible was written that Jesus went into space, people didn't believe it. Svo þegar Biblían var skrifuð og þar stóð að að Jesús hafi farið upp í geiminn, But now we know that it's possible. en nú Yes? veitum við að það er gerlegt. But more than that, En meir en það, the one who promised to go að það sá sem hefur lofað, is the one who promised to come back. hann lofaði líka að hann kæmi aftur. And he's coming back for who? Og hann að koma að sækja hvern? Who's he coming back for? Hvern er að koma að sækja? I think he is coming back for, Ég held hann sé að koma til að sækja. can you say for me? Getið þið sagt fyrir mig. Who's he coming back for? Hvern er hann að koma að sækja? For us. What do you say? Okkur. Er það ekki? And he's coming Og hann er að koma soon. fljótt. So soon, Jesus will descend from heaven Bráðum þá kemur Jesú frá himnum with all the angelic host. með öllum engla fjöldanum. He's coming with all of his angels, Kemur með öllum englunum and the Bible says he will descend from heaven. og hann kemur, og Biblían segir að hann mun stíga niður frá himnum. He comes with his glory, the glory of his Father, and the glory of all the angels. Hann kemur með dýrð sína, dýrð föðursins og dýrð allra englana. That's going to be a bright, bright occasion. Það verður mjög bjart tilefni. Now I'm going to ask you the question. Ég ætla að spyrja ykkur þessu spurningu. How many of you are old enough to remember Sputnik? Hversu mörg ykkar eru nógu gömul til að muna eftir Sputnik? Can I see your hands? Má ég sjá hendunar? How many of you saw Sputnik? Hversu mörg ykkar sáu Sputnik? Did you see Sputnik? Sáu það? I remember seeing Sputnik Ég man eftir að hafa séð Sputnik. flying in the sky. Þegar það flög yfir When I was living in New York City. Ég bjóð þá í New York. Now, here's what's interesting. Hér er það sem er áhugavert. Sputnik was up about 300 miles up in the sky. Sputnik, geimfarið, það var 300 mílur upp í heiminum And Sputnik is a ball about this big. og það var svona stór bolti. Okay? How is it possible to see a ball this big 300 miles away? Og hvernig gæti ég séð svona lítinn bolta svona langt upp í heiminum? How many of you have seen a shooting star? Hversu mörg ykkar hafið séð halastjörnu? Can you see a shooting star? Ég séð halastjörnu. How big are shooting stars? Hversu stórar eru þær? You think they're this big? Hvað heldur séu svona stórar You think they're eitthvað? this big? Eða svona stórar? They're this big. Eða svona stórar? Very, very small. Þær eru mjög, mjög litlar. But how is it that you can see it? En hvernig er það að þið getur séð þær? Because it is very bright. Því þær eru mjög bjartar. It is what? It is very bright. Mjög bjartar.
So when Jesus comes, Svo þegar Jesus kemur and he comes with all the glory of his Father and of his angels and his own glory, og hann kemur með dýrð föður síns og dýrð englana og dýrð sín eigin dýrð, you think that nobody will see him come? haldið að það muni fara fram hjá einhverjum. If you can see Sputnik up there, a ball this size, Það þið getið sér Sputnik sem var sett upp í you know why they could see it? Vitið af hverju það var þetta að sjá? Because it was made of a metal that actually was able to reflect the sun. Hann var búinn til úr málmi sem að endurspeglaði sólarljósið. So at night it looked like a shooting star that was going across the sky. Þannig að þegar hann ferðaðist yfir himinin á nóttunni að þá endurvarpaðist ljósið frá sólinni og þá var hann eins og The Bible says that Jesus is coming with all his angels. Biblían segir að Jesus að koma með öllum Every sínum eye will see him. og hvert auga mun sjá hann. And then the dead in Christ will begin to, Og þá mun hinn dauðu í rise Kristi first. rísa fyrst. all who have loved the Lord will come up Allir- out of the graves. Allir þeir sem hafa elskað Guð munu koma upp úr í Little gröfinni. children who have died, parents who have died, many loved ones who have passed away will come up out of the grave. Lítil börn og foreldrar og margir sem okkur eru kærir munu koma upp úr gröfinni. And then the greatest procession of history will take place. Og svo mun stærsta skrúðganga All of alheimsins God's standa. people, the dead who rise and the living who rise, will join together in the sky to meet the Lord in the air. Og þá munu hinnir sem hafa risið upp, hinnir döðu sem hafa risið upp og hinnir sem eru eftir lifandi, sem rísa þá eftir þeim, And munu fara then- saman til að hitta Jesú. And í then the heiminum. trip will begin. Og svo hefst förin. To where? Og hvert erum við að fara? To his Father's house. Þetta er hús föðursins. And you can imagine the trip Og þið getið ímyndað ykkur þetta ferðalag. as you rise higher and higher and higher. Og þeir að liftast hærra og hærra frá jörðinni. The earth begins to get smaller and smaller. Og jörðin byrjar að vera minni og minni. And finally, the earth goes out of sight. Og svo sjáum við ekki lengur jörðina. Then the procession flies faster than the speed of light. Og förðin að fara hraðar en ljós. And can you imagine the Lord pointing to the different things that He's created? Og getið ímyndað ykkur drottin vera að benda á mismunandi hluti sem hann skapaði í alheiminum. If you're looking here and you're looking there, all you can do is go, wow. Og svo þegar ég lítið hægur og vinst þá getur bara sagt, vá, þetta All the wonderful things that He's created. allt þetta fallega sem hann hefur skapað. And then finally, as you speed through space, Og svo þegar við erum að hraðferð gegnum himinin, seeing all the beautiful things that við are out sjáum there. öll þessi fallegu stjörnumerki og stjörnur og Isn't that amazing? Look at that. sjáu þetta er fallegt. Yes, there are many things out there. Finally, Að lokum we approach the open space of Orion. þá komum við að opna geiminum hjá And then Orion. Jesus at the head goes into the open space. Og þá fer Jesús á undan okkur inn í hið opna himin And we head to that place called the Holy City. og leiðir okkur að henni helgu borg. And finally, we get to the gates. Og við komum að hliðinu And the Lord opens up the gates. og drottin opnar hliðið And then He puts a crown on every head. og hann setur kórónu á hvert höfuð And we go inside the city. og við förum inn í borgina And finally comes the day of days, the hour, and the moment of moments. og þá kemur dagur dagana og stundana. All of God's children Öll börn Guðs will be standing around the throne. munu standa í kringum hásætið And at last, for the first time, og að lokum í we will hear the fyrsta sinn Father say, við munum heyra faðirinn segja "Welcome home, children." velkomin heim, börnin mín. What a wonderful moment that will be. Hversu frábær stund verður það ekki? What do you say? Hvað segir þið? Do you want to be there? Vilt þú vera þar? Do you desire to be there? Þráir þú að vera þar? Yes, to hear the voice of God the Father actually say to us, Að heyra rödd, "Welcome home." Guðs faðir segja við okkur velkomin heim. What a day that will be. Þvílíkur dagur verður það. I want to be there.
Ég vil vera þar. Would you raise your hand if you want to be there? Viltu rétt upp hönd ef þú vilt vera þar? Amen. Amen. Absolutely. And I see you're raising them high. Good for Ég sé you. það að reysa rétt að langt upp. Gott He hjá has ykkur. promised Hann hefur lofað he will come, að hann mun koma and he comes to save his children. og hann kemur til að frelsa börnin sín. Praise the Lord. What do you say? Lofsi Guði. Let's pray. Við skulum biðja. Heavenly Father, Kæri himneski Faðir, we thank you so much for thy precious word. við þökkum þér svo mikið fyrir þitt dýrmæta orð. Forgive us when we get so preoccupied with taking care of our problems and our challenges, forgetting that you are the one that can help Fyrirgefðu us. okkur þegar að við gleymum þér í lífsins daglega amstri. And Lord, there's some among us Og kæri Faðir Guð, who still have not made that full commitment to be there. það eru einhverjir hér í dag sem eru með okkar sem hafa ekki gefið Yes, we hjarta lift þetta up our fullu. hands. Við liftum upp hendur okkar, Oh God, ó Guð, put it in our hearts settu það í hjörtu okkar to be faithful að vera þér trúföst. until that great, wonderful day Allt þannig að fram að þessum when Jesus appears. frábæra dag þegar að Jesús kemur. May all of us be among those Nei, öll okkar vera meðal þeirra who will look up sem munu líta upp and say, this is our God. og segja, þetta er drottin okkar. We okkar have drottinn. waited for him, Við höfum beðið eftir honum and he will save us. og hann mun frelsa okkur. We pray it in Jesus' wonderful name. Og við biðjum í Jesús frábæra nafni. Amen. 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 Takk kærlega, Louis Torres. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í kvöld og við höldum áfram með fyrirlestarröðina á morgun á sama tíma klukkan 7 og umræðuefni morgundagsins er hérna Opinberunarbókin og baráttan hugan eða Revelations Battle for the Mind. Opinberunarbókin og baráttan hugan er efni morgundagsins. Ég hlakka til að sjá okkur á morgun. Takk fyrir og góða nótt.